Barnakennsla í hjarta bæjarins. Í Hafnarfirði hófst einstök þjónusta sem tengdi alla saman, barnakennsla. Í hjarta bæjarins var bókasafn sem innihélt úrval af bókum sem höfðuðu til allra aldurshópa. Í Hafnarfirði hófst einstök þjónusta sem tengdi alla saman, barnakennsla í hjarta bæjarins. Í hjarta bæjarins var bókasafn sem innihélt úrval af bókum sem höfðuðu til allra aldurshópa. Námskeið á bókasafninu. Barnakennari ákvað að bjóða upp á námskeið í bókasafninu sem varð fljótt vinsælt meðal foreldra og barna. Kennarinn skipulagði röð af kennslustundum sem voru ekki aðeins fræðandi, heldur einnig skemmtilegar og hvetjandi. Námskeið á bókasafninu. Barnakennari ákvað að bjóða upp á námskeið í bókasafninu sem varð fljótt vinsælt meðal foreldra og barna. Kennarinn skipulagði röð af kennslustundum sem voru ekki aðeins fræðandi, heldur einnig skemmtilegar og hvetjandi. Menntun er lykill að betri framtíð. Unglingahópur tók þátt af miklum áhuga og með tímanum varð þetta námskeið að mikilvægum hluta af þátttöku þeirra í samfélaginu. Að þjálfa unga hugi varð að ástríðu kennarans sem trúði því að menntun væri lykillinn að betri framtíð. Menntun er lykill að betri framtíð. Unglingahópur tók þátt af miklum áhuga og með tímanum varð þetta námskeið að mikilvægum hluta af þátttöku þeirra í samfélaginu. Að þjálfa unga hugi varð að ástríðu kennarans sem trúði því að menntun væri lykillinn að betri framtíð. Áhugi á menntun eykst. Með stuðningi fjölskyldna og samfélagsins jókst áhugi á barnakennslu og kennslu almennt. Þetta leiddi til þess að unglingar og börn fengu tækifæri til að læra, vaxa og dafna. Áhugi á menntun eykst. Með stuðningi fjölskyldna og samfélagsins jókst áhugi á barnakennslu og kennslu almennt. Þetta leiddi til þess að unglingar og börn fengu tækifæri til að læra, vaxa og dafna. Miðstöð fyrir þjónustu og félagsskap. Á endanum varð bókasafnið að miðstöð fyrir þjónustu og félagsskap, þar sem Bahai-gildi
einingu og samheldni voru í hávegum höfð. Þannig varð Hafnarfjörður að dæmi það hvernig menntun og samvinna geta breytt heiminum til hins betra. Miðstöð fyrir þjónustu og félagsskap. Á endanum varð bókasafnið að miðstöð fyrir þjónustu og félagsskap, þar sem Bahá'í-gildi einingu og samheldni voru í hávegum höfð. Þannig varð Hafnarfjörður að dæmi það hvernig menntun og samvinna geta breytt heiminum til hins betra. Barnakennsla í hjarta bæjarins. Krossaspurningar. Hvers konar þjónusta hófst í Hafnarfirði sem tengdi alla saman? 2. Hvað var miðpunktur bæjarins? A. Skólinn, B. Kaffihúsið, D. Bókasafnið, E. Höfnin. 3. Hvers vegna varð námskeiðið sem kennarinn bauð upp á vinsælt? A. Það var fræðandi og líflegt. B. Það var skemmtilegt og spennandi. D. Það var fræðandi, skemmtilegt og hvetjandi. E. Það var ókeypis. 4. Hvað áleit kennarinn að væri lykillinn að betri framtíð? A. Skemmtun. B. Menntun. D. Efnahagur. E. Spilavíti. 5. Hvað varð bókasafnið að lokum? A. Lögreglustöð fyrir þjófa og ræningja. B. Miðstöð fyrir þjónustu og félagsskap. D. Skóli fyrir fólk á öllum aldri. E. Dansstaður fyrir skemmtanaglaða.